Velkomin á þessa fræðslu arómaþerapíu. Þetta er annar hluti og við kallum þetta vistvænan viðsnúning. Ég heiti Lilja Oddsdóttir og er umsjónarmaður olíuvinahópsins. Við ætlum að tala eiturefni, við ætlum að tala hlýnun jarðar, hamfara hlýnun jarðar, en háin standa ekki einungis fyrir hamfara hlýnun, þeir standa fyrir heilsu, heimilið og heiminn. Allt hangir þetta saman. Hamfara hlýnunin sýnir okkur að það sem við erum búin að vera að gera er ekki eðlilegt. Núna er dauði í lífríkinu. Fiskar eru að deyja í sjónum út af því að sjórinn er of heitur, fiskar eru að afmyndast og við erum að úrkynjast. Okkar kynslóð er ekki aðeins fyrsta kynslóðin til að upplifa hlýnun jarðarinnar, við erum trúlega síðasta kynslóðin sem getur gert eitthvað í því. Við getum kannski ekki stöðvað bráðnun jökla en við getum breytt neysluvenjunum okkar sem mun breyta líðan jarðarinnar og einfaldast er að byrja á því sem við erum að nota. Taka litlu skrefin sem breyta miklu. Skoðum hérna aðeins tölfræði. Bandaríska umhverfisstofnunin rannsakaði 2983 innihaldsefni í heimilisvörum. 884 inniheldu skaðleg efni, 314 stökkbreytandi efni, 778 eitur fyrir mannslíkamann, 146 voru krabbameinsvaldandi efni. Já. Á Íslandi má rekja rúmlega fjórðung dauðsfalla til krabbameins og þriðja hver manneskja hér á landi fær meinið. Tölfræðin segir okkur líka að krabbameini fjölgar hratt hjá börnum og þriðjungur þeirra má rekja beint til lélegra næringar, skort á hreyfingu og eitrunar úr umhverfinu. Og vísindamenn eru sammála það að aðeins 5-10% megi tengjast til erfða. Það má þeir rekja 90-95% af orsökum til umhverfisþátta, hvað við erum að gera í umhverfinu. Þetta er ekkert leyndarmál. Og þrátt fyrir rannsóknir eru eiturefni leyfð og þau eru notuð, jafnvel í vöru sem við kundum kalla organic cleaners eða náttúruleg. Í þeim finnast líka krabbameinsvaldandi efni og þetta er vandamál okkar. Við vitum ekki alltaf hverju við getum treyst. Það eru skaðleg efni í náttúrulegum snyrtivörum. Þessi faraldur, krabbameinsfaraldur sem við getum tekið tölu frá sem miðað okkur í 1940, það er 200% aukning á blöðruhálskrabbameini, 60% aukning á brjóstakrabbameini, aukning á krabbameini barna er 35%. Það er talað að þetta sé meðaltali 50% aukning á krabbameini árið 2020 og það er bara næsta ári. Samkvæmt rannsóknum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar veldur mengun í umhverfinu dauða á 20 sekúndna fresti, þannig 4 deyja á hverri mínútu. Og mengunin inni er meiri, meðaltali 7 sinnum meiri en úti og getur farið upp í alltaf 100-falt meiri mengun. Við erum foreldrarnir stöndum vörð heimilin og ég veit að mæður og foreldrar sem myndu vita að efnin sem þeir eru að nota, sápurnar sem þeir eru að nota, væru skaðleg fyrir börnin þeirra, það myndu þær ekki nota þau. Við vitum að við viljum gera alltaf besta fyrir börnin okkar. Við hvetjum ykkur til að skoða vistvænan viðsnúning. Taktu ákvörðun núna að hætta strax að fóðra þessa tifandi tímasprengju sem við getum bara kallað þessa eiturefna notkun sem er á hverju einasta heimili. Það er í venjulegum vörum. Kemísk ilmefni í ilmkertum, ilmpúðum, steinar í klósett hreinsum, kemísk þvottaefni fyrir gólf og heimilisþrif, ofnahreinsar, fægiefni, húsgagnabrá, þvottalögurinn, græni þvottalögurinn í eldhúsinu og í uppþvottavélina, snyrtivörurnar þínar, hárspreyið, gelið, svitalyktaeyðirinn, sjampóið. Þetta eru efni í algengustu vörunum sem við erum með á heimilinu. Þú finnur kannski ekki fyrir þessum áhrifum dagsdaglega en kannski kannastu við eitthvað af þessum einkennum. Þreyta, hugsunin óskýr, einbeitingarvandamál, svefnvandamál, bólgur og verkir, stífleiki, vefjagigt, húðvandamál, þurrkur, bólur, exem, hormónavandamál, svitakóf, stress og kvíði. Þetta eru svona vandamál sem að skjóta upp kollinum næstum því bara hjá flestum. Og við gætum kannski tengt þetta við eitthvað af þessum efnum sem við erum að nota í
heimilin okkar dagsdaglega. Við getum breytt, við getum notað kjarnaolíur, við tölum kjarnaolíurnar, þær bæta heilsun okkar, þær bæta loftgæðin á heimilunum og þær geta komið í staðinn fyrir svo mörg af þessum efnum sem við þurfum ekki að vera að nota til að þrífa og menga leið. Við viljum ekki gera það. Þetta hérna er bara frá blaðinu okkar Vistvænn viðsnúningur sem að mörg ykkar hafa kannski séð. Þarna erum við bara að bera saman hvaða vörur er það sem fólk er að nota inn á heimilunum og hvað getur komið í staðinn. Ef þið skoðið þetta, það sem er í þrifskápnum, glerúði, tepparhreinsi, klósetthreinsi, gólfhreinsir, þvottahúsinu, þvottaefni, mýkingarefni, blettasprey, blettahreinsi, bleikiefni. En það er bara eitt efni sem kemur í staðinn fyrir þetta. Eiginlega, fyrir utan þvottaefnið í taugið. Það er bara Thieves Household Cleaner. Við köllum hann alheimshreinsir vegna þess að hann er bara fyrir allt. Og þetta blanda hann mikið eða lítið eftir hvað við á. Hann þrífur allt og við þurfum ekki allar þessar mismunandi brúsa. Hugsaðu hvað þetta getur gert lífið okkar svo mikið einfaldara. Það er þetta fallega við að nota Thieves Household Cleaner. Og við erum ekki bara að hugsa það sem við erum að þrífa og þvo. Við erum að nota alls kyns vörur á húðin okkar, á hárið okkar. Það er talað að venjuleg manneskja verði fyrir 300 eiturefnum daglega og 80 af þeim fyrir morgunmat bara með því að bursta tennurnar, bera á sig kremið og baða sig. Þetta sem við gerum bara á morgnana, það mengar heilsun okkar og líkamann okkar á sama tíma og við erum að þvo okkur. Þessi efni sem við erum að fá inn á heimilin og á líkamann okkar, hvað gera þau fyrir heilsuna? Þau geta komið fram í taugakerfinu og dregur einbeitingar sem við vorum að tala trufla efnaskiptin okkar, hægt á brennslu eða hormónaójafnvægi og hafa varanleg neikvæð áhrif á frumustarfsemina. Sem sagt geta verið krabbameinsvaldandi efni. Við hvetjum ykkur til að skoða, taka eitt skref í einu, skoða skápana heima og skipta út. Það er einfalt. Eitt herbergi í einu. Þvottahúsið, snyrtavörurnar, eldhúsið, baðherbergi. Þú getur þetta. Við skulum skoða þetta með eiturefnin sem við erum að úða út í, ekki bara út á heimilið og sem fer út í náttúruna og mengar náttúrun okkar. Þau setjast líka í vefi okkar, í fituvef líkamans og konur hafa fituvef í brjóstunum og rannsóknir hafa sýnt, og þetta er frá Dr. Oliver Wencker, að konur sem fá krabbamein í brjóstin eru með 40.000 sinnum meira af eiturefnum í brjóstvöðvanum eða fituvefnum heldur en konur sem eru ekki með krabbamein. Við getum boðið þér að skoða þennan pakka Thieves Essential Rewards Kit. Hann er á miklum afslætti hjá Young Living með 4.400 kr. Afsláttur á honum. Inniheldur kjarnaolíuna, Thieves-olíuna sem eru þetta úða og nota margan hátt, bara til auka loftgæðin, tannkrem og munnskol, það er handsápa. Það er Thieves spray, 2 svoleiðis, 2 alheimshreinsi brúsar, Thieves Household Cleaner og 2 handgel. Miklar breytingar byrja með einu skrefi. 1 skref í einu, 1 herbergi í einu. Heimavinnan þín er: pantaðu þér Thieves hreingerningarpakkann sem er miklum afslætti fyrir tryggða viðskiptavini. Taktu svo mynd af pakkanum þú færðan og Young Living pakkanum þínum og postaðu myndinni inn á Olíuvinir og inn á rísandi stjarnahópinn í einingu númer 2. Þessi vídeó verða öll sett þar inn í skipulegan hátt í einingar, þannig er alltaf hægt að finna þær inn í hópni sem heitir Rísandi stjarna. Takk fyrir að hlusta.